Hallgrímskirkja í Saurbæ hér í Hvalfirði er fyrir margt merkileg. Núna kannski einna helst út af því að hér er hópur sem tók sig saman og stendur að stofnun menningarseturs. Núna fyrst bara tónleikaröð sem er yfirstandandi allt sumar og langt fram á haust. Þar sem að tónleikarnir eru til styrktar menningarsetri og viðgerðum hérna á húsinu og kirkjunni. Það er hann Jósef Gíslason sem er forsprakkinn að því. Við tókum hann tali hér í Hvalfirði. Hvað eru þið að gera hér við Hallgrímskirkju í Hvalfirði? Við erum að koma á stað tónleikaröð til styrktar Hallgrímskirkju í Saurbæ, Hvalfirði. Hugmyndin, hún er tilkomin hvernig? Hún er tilkomin þannig að í fyrra sumar þá kom ég hér ásamt móður minni og við vorum að hreinsa legsteina eins og maður gerir á sunnudags eftirmiðdegi. Og þá var mér litið á kirkjuna og sá hvað hún var farin að láta á sjá. Og síðan núna í apríl þá sá ég að Gunnsteinn Ólafsson, tónlistarmaður, hann setti mynd af kirkjunni á Facebook og hafði orð á því sama. Þá laust þessari hugmyndi í kollinn á mér að af hverju ekki að vera bara með tónleikaröð til þess að annars vegar vekja athygli á staðnum og hins vegar að styrkja staðinn svo hægt sé að gera eitthvað hérna. Rámkoma, þú ert ekki alveg ókunnugur hérna í sveit, þú ert eitthvað ættaður hérna úr Hvalfirði? Já, ég á ættir að móðurætt mín kemur hérna frá Draghálsi og Grafadal og síðan ofar í Borgarfirði, Svarfhól og fleira. Og ýmsir af mínum ættingjum eru jarðaðir hérna sem kemur til að ég var hérna að hreinsa legsteina. Þú ferð ekki inn í svona ókunna kirkjugarð og ert að hreinsa bara svona á sunnudögum? Ég hef ekki lagt það í vana minn. Og þú ferð þessa hugmynd, þú ferð og talar við einhverja aðra aðila. Það hefur væntanlega verið tekið vel í þessa hugmynd? Gríðarlega vel. Annars vegar talaði ég við Aleksandru Tjernjukovu sem er rússnesk sópransöngkona og býr hér á landi og hún tók strax vel í hugmyndina. Og hins vegar talaði ég við sóknarnefndina því að ég gat ekki séð fyrir mér að ég myndi planta mér hérna í óþökk heimamanna. Þau tóku mjög vel í þetta, við áttum góðan fund og erum með rauninni tónleikanefnd þar sem að 3 úr sveitinni eru í nefndinni ásamt mér og Alexandru. Og hversu margir tónleikar eru þetta sem eru hérna í sumar? Til að byrja með sá ég fyrir mér að það yrðu einu tónleikar í mánuði, kannski 3 mánuði yfir sumarið. En þetta vatt hratt upp á sig. Strax í 12. maí þá voru hér tónleikar þar sem að Guðmundur Sigurðsson, organistur á Hafnarfirði, lék verk eftir ýmis tónskáld. Síðan kom hérna Kór Akraneskirkju, var með gríðarlega flott prógram sem þau eru að fara með til Evrópu. Svo fór þetta hlaðast inn, þannig að í dag þá eru Bára Grímsdóttir og Chris Foster. Þau flytja bæði íslenska og enska þjóðlagatónlist. Hún er sennilega fremsti þjóðlega flytjandi á Íslandi, einn af þeim fremstu og sama má segja hann á Bretlandi. Þannig að það eru mjög flotti tónleikar. 14. júlí fáum við hérna frábæra hljómsveit sem að Ásgeir Ásgeirsson fer fremstur í flokki. Þeir kalla sig Skuggamyndir og flytja balkantónlist. En þeim var boðið að spila á tónlistarhátíð í Norður-Makedóníu í júlí. Þannig að ég geri ráð fyrir að þetta sé verulega vel flutt balkantónlist. 28. júlí þá kemur hér Agnar Már Magnússon, jazzpíanisti ásamt Andrési Þór gítarleikara. Þeir verða með jazztónleika, mjög fallegt prógram. Síðan eru áætlaðir 2 tónleikar í ágúst, annars vegar hópur sem kallar sig Kvenraddir. Það eru 3 söngkonur ásamt Gerrit Sjúl, píanleikara og hins vegar kemur hérna Kjartan Valdimarsson, píanleikari ásamt Aleksandru Tjernjukovu og 2 öðrum söngkonum og verða með verk eftir íslensk kventónskáld. Og mögulega, ég er ekki búinn að gera samning það ennþá, en mögulega fáum við kammersveit frá Hollandi í haust og ég býð mjög spenntur eftir að fá þau hingað. Ef að fólk hérna vill sjá hvað er framundan og ef það bætist nú við, hvað er aflað í upplýsingu um þetta? Annars vegar erum við með, það er Facebook síða fyrir þá sem er á Facebook. Hún heitir Tónleikaröð til styrktar Hallgrímskirkju í Saurbæ. Og hins vegar þá setjum við í alla fjölmiðla eins og við getum fréttatilkynningar. Og hvernig hafið þið fundið alla þessa frábæru listamenn? Fyrstu tónleikarnir voru hundaheppni.
Ég var að leita að flytjanda og rakst á Guðmund, organista, og hann var að leita sér að stað til að flytja tónlist. Þannig að það var bara eins og kallað meant to be. Þannig að við smullum þar saman. Síðan hef ég bara haft samband við tónlistarmenn. Það gerist ekkert nema maður opni munninn. Og bara við það að nefna þessa hugmyndu tónlistarmenn, þá var nánast allir tekið frábærlega vel í þetta. Fólk tilbúið til þess að koma fram frítt til þess að styrkja staðinn og rauninni hafa áhrif á menningarsöguna hérna. Þannig að ég vonast til þess að það verði bara slegist að koma hér fram í framtíðinni næstu ár. Og ef fólk vill hafa samband við okkur, þá getur það annars vegar haft samband á Facebook síðunni, tónleikaröð til styrktar Hallgrímskirkju í Saurbæ, eða bara haft samband beint við mig. Ég í símaskránni á Facebook. Og hins vegar þeir sem vilja styrkja framtakið, þá hægt að gefa í þetta framtak og upplýsingar það á Facebook síðunni. Þannig að jafnvel þó maður komist ekki að þá hægt að taka þátt í þessari uppbyggingu með ykkur. Já, það væri vel þegið. Hallgrímskirkja fyrir margt merkileg. Já. Hvað svona helsta sem kemur upp í hugan þegar þú hugsa til hennar? Fyrir að fyrsta Hallgrímur Pétursson sem samdi eitt merkasta bókmenntaverk Íslandssögunnar frá því Íslendingasögurnar voru skrifaðar, það að segja Passíusálmana. Og bara fyrir það mætti setja hér upp menningarsetur sem ég myndi þá yrði væntanlega kallað Hallgrímssetur. Þá væri frábært ef hér yrði staðarhaldari sem gæti tekið á móti ferðamönnum og öllum þeir sem vilja koma hér og fræðast staðinn. Kirkjan frábært tónleikahús. Það gríðarlega fallegur hljómur í henni og hvort sem að það án mögnunar eða með rafmagni. Ég sé hana ekki fyrir mér fyrir háværa rocktónleika en flest annað, hvort sem að það klassík, jazztónlist, vísnasöngur, dægutónlist eða hvað annað, að hljómburðin frábær.